Já, komið sæl. Það kraftur í veðrinu og verið hafa hvasst hér vestanlands í dag, einnig sæmilega hvasst fyrir austan, en það enn að bæta í vindinn og við sjáum þá eftir að það búið að gefa út appelsínu gular viðvaranir fyrir norðanvert landið, en það einnig vel hlýtt og síðan koma skil sem eru hér rétt vestur af landi klukkan 18 í dag, eru á leiðinni inn yfir landið. Þetta hefur einnig í för með sér að það verður asalhóka víða land og það vatn þarf að leita til sjávar í töluverðu magni. En við vorum með lagið hér rétt vestur af landi, hún svo sem ekki mikil séð. Þetta þrýstilinu þó yfir landinu og við sjáum að skilin koma hér yfir landið. Það kemur ný bylgja á skilin í nótt, þannig að þau staldra dálítið við yfir miðju landinu og það hefur í för með sér að það mun rigna drjúgt sérstaklega sunnan vestan til á landinu og fram á nóttina verður hvasst á þess sérstaklega norðanlands. En við sjáum að þetta hlýtt sem er í framrás hér til norðurs yfir landið og kuldaskilin fara síðan yfir þegar líður á morgundaginn og þá kólnar nú nokkuð vel hjá okkur og úrkoman verður fyrst skúrakenndari og síðan meir verður hún að éljum. Og ef við skriðum hér nær þá sjáum við allar þessar viðvaranir sem eru í gildi þá klukkan 19 og við sjáum að það eru víða viðvaranir hér á vesturhelmingi landsins, ýmist úrkoma eða asaláka og þetta einnig að teygja sig inn á norðausturhlutann þar sem búist við að verða hvasst og hviður geta verið að farið í þetta 40 til 50 metra á sekúndu og það hafa svo sem verið að slá yfir 40 metra hér vestan til í dag. En það bætast við viðvaranir smám saman, við sjáum kemur hér inn asaláku viðvörun á Suðausturland og síðan þegar líður á nóttinu þá svona fara að raða þess að tína töluna þessar viðvaranir klukkan 8 í fyrramálið þá verður sérstaklega asaláku viðvörun í gildi en einnig gul hvassviðris viðvörun þá á norðausturhorninu og hvað var það svona við sjáum að vindur úr norðun mun hægari sérstaklega hér vestan til á landinu en það verður enn að finna góða strengi í þessu austanlands og töluverða úrkomu hér sunnanvert landið. Við erum að sjá hér góða flekki sérstaklega þá til fjalla. Og þetta náttúrulega allt að hjálpa til við að bræða snjó og sem að þarf að leita til sjávar en síðan róast þetta allt saman þegar líður á daginn og það verður smá saman vestlægari átt á landinu kólnar hjá okkur og stöku skúrir þá fyrst sinn eða él hér landið vestanvert og við sjáum að hitatölur að þær eru nú svona fannar að komnar verða bara eitthvað 2-3 stig svona eftir að skilin þegar líður á morgundaginn. En síðan fram á þriðjudag þá breytist nú svo mikið íkja mikið nema loftþrýstingur fyrir smá saman hækkandi og róast svona yfir veðrinu og verður jafnvel bjart veður nokkuð víða á þriðjudag og klukkan 14 á þriðjudaginn og við sjáum það hér en hitatölur svona almennt séð á láglendi rétt yfir núllinu en inn til landsins að þá hún á dálitlu frosti. En bjartur við landið svo áður sagði. En síðan kemur næsta lagði inn þá á miðvikudaginn og þá verður suðaustan hvassviðri eða stormur víða land og rignir duglega bæði sunnan og vestanlands en síðan mun síðan á fimmtudaginn fara þau skil yfir og þá tekur aftur við skúrakenndari úrkoma hér sunnan og vestan til en eftir að vera bjart norðan og austanlands. En lítið þá yfir til Evrópu, það er hæð hér yfir suðurhluta Skandinavíu og Bretlandseyjum og fínasta veður þar á morgun, þó hitatölur sig nú svona á bilinu 1-5 stig víðast hvar, það er svona rysjóttari tíð þegar við komum hér til suðurs og sjáum að það eru skúraleiðingar víða eða jafnvel þrumuveður við Miðjarðarhafið og þess sama er unni við norðurhluta Spánar eins og sjáum hér og suðurhluta Frakklands og hiti svona 15-20 stig hér syðst á Spáni. Eftir að vera svona nokkuð þyngra yfir á vestari eyjunum á Kanaríeyjaklasanum og hvað varðar Norður-Ameríku og þá búist við þrumuveðri víða hér við suðurströnd Bandaríkjanna en á öðru leyti svona sólríkt nokkuð víða getur við sagt. En skulum segja þetta gott að vera í dag, verið sæl.